Já, Sverrir, já, þetta var ekki góður seinni hálfleikur hjá okkur, segja það. Já, bara mjög slagur og voru bara alltaf skrifa eftir, gerandi ótrúlega klöguleg mistök, allt of margir í okkur sem ætluðu sér bara að gera hlutinu upp á eigin spýtur og við bara, þetta var engaðinn okkar dagur. Keflavík voru bara betri í dag. Fyrri hálfleikur nokkuð jafn og menn svona, já, það var kannski ekki mikið varnir en í seinni hálfleik þá var mér eins og Keflvíkingar hafi bara komið bara tvíhjálplis og þeir svolítið á hælunum bara. Já, þeir voru bara, við vorum alls ekki góður í fyrri hálfleik þó við verið einu stíð yfir eða eitthvað skilur en svo bara í seinni hálfleik þá bara strax þetta byrjaði bara á einhverjum klaufa mistökum og við vorum bara alltaf á eftir þeim og þeir voru bara betri. Það er bara, því miður þá mættum við ekki nógu klárir hérna í svona hörkuleik. Það er bara alveg fáránlegt. Ég veit ekki hvort að við höfum haldið að eftir hérna góða sigra hérna undanfæri í Njarðvík og á Króknum að við þyrftum bara að mæta í leikinn að þetta myndi gera sjálfu sér en það er ekki þannig og við höfum þurft að hafa fyrir leikjunum sem við verið að vinna, menn að mæta tilbúnir, leggja sér fram, spila saman. Það var bara ekki búið teiningunum í dag. Framhaldið náttúrulega, það eru 2 leikir eftir í þessu móti, þessi stig gríðarlega mikilvæg 4 stig eftir í pottunum. Já, heldur betur. Staðan er núna að við erum ekkert komnir inn í úrslitakeppni, við erum ennþá að reyna að tryggja okkur þangað og við eigum hérna Fjölni á sunnudaginn sem eru í bullandi fallbaráttu og verður örugglega bara síðasta séns þegar koma hingað og við þurfum þessi stig til að tryggja okkur inn í úrslit þannig að ég getur rétt ímyndað okkur hvað það verður mikill slagur. Og svo er við eftir að fara í Hólminn, þeir eru líka að reyna að komast í úrslitakeppnina þannig að þetta er bara allt hrikalega mikilvægir leikir og hörkuleikir og maður vinnur þá ekki ef maður mætir eins og við mættum inn í dag. Takk fyrir og gangið vel. Siggi.